Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4 og nú það byggðasafn Skagfirðinga. Hún komin til mín, safnstjórinn, Berglind Þorsteinsdóttir, velkomin. Hvað að frétta úr Skagafirðinum núna og af byggðasafninu, kannski Glaumbæ þá aðalega hvað? Já, það byggðasafn Skagfirðinga sem sagt í Glaumbæ, svona megin starfsuminn. Það bara allt þokkalegt svona með aðstæður. Þetta náttúrulega torfbær. Já. Lítið og þröngt og gamalt og kósí, en í COVID svona aðstæðum, hvernig bregðist þið við því? Við svo sem bara erum með viðbragðsáætlun við þessu ástandi og til dæmis hleypum bara einum hópinn í bæinn í einu og svo eru bara allir hleypt út aftan, þá bara renni í gegnum bæinn, við bara stýrum því svolítið þannig og svo eða koma fjölskyldur að par, þá bara rölda þau inn og svo þegar þau eru komin á áleiðis þá fær næsta fara inn og það bara farið í gegnum svo út aftan. Hefur myndast löng röð? Ekki eins og Þetta náttúrulega tiltölulega rólegt, það svo sem búin að vera allt í lagi í júlí, en þetta hefur verið samt tiltölulega rólegt núna svona með að við. Getur borið saman árin, núna er Íslendingar rosa mikið að ferðast, áður hafið kannski haft meiri útlendinga? Já, þetta hafa verið mjög mikið erlendir hópar sem hafa verið að koma til okkar, eins og í fyrra, þá voru þetta 93% gesta okkar erlendir ferðamenn og 7% Íslendingar. Þannig það er mjög meira að gera þá. Já, þá er þetta svona 40.000 manns í heldina. Er ykkur tölur fyrir sumarið í ár? Það er talsverð fækkun. Það sem að fengum alveg rúmlega 7.000 afbókanir. Þannig að þetta er svolítið breytt, sko. En þetta er talsvert verra. Eins og hjá flestum. Það er bara staðan. En þið ákveðu, þið gætu haldið áfram með því að hleypa inn í hollum og svona og eru þið með svo eitthvað svona framtíðarplön, halda þessu bara áfram meðan hægt er? Já, við svona bara þetta er svolítið bara staðan tekin. Já, í hvert sinn sem að einhverjar reglur eru hertar eða? Já, við svo sem, þetta var planið sem við gerum til 13. ágúst, eins og þessar gildandi reglur eru, svo bara tökum við stöðuna. Við vorum náttúrulega líka í vor svona að reyna að vera með svona plönum hvernig við getum líka bara reynda að gera sem best úr þessu og vera með viðburði og ætlum við með daglega liðsagnir sem voru með tíma og leiki á laugardögum og fá hesta frá Syðra Skörgili til þess að teymum til krakka og vorum svona reyna að hafa svona þess að hressu upp á staðinn. En við þurftum aðeins að allavega hætta með daglega liðsagnir og leiki á laugardögum í bili. Aðeins að halda 2 metra reglunni. En gafst það vel þangað til? Það var bara mikið fjör á köflum. En ef fólk veit nú ekki alveg hvar Glaumbær er, getur aðeins farið yfir það með okkur bara ef einhver er að horfa og hefur bara aldrei heyrt minnst á Glaumbæ í Skagafirði? Já, þetta er raun og veru á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks. Svona alveg eiginlega akkurat mitt á milli nokkurn veginn. Þannig að Hvað er þetta gamall bær? Heyrðu, Misgamall. Já, þetta er svolítið þannig. Þetta er sem sagt, það var bær upphaflega bara sennilega frá landnámi. Við erum alltaf að vitum að það var skáli neðar í túninu sem við höfum skoðað með fornleifarannsóknum, eða svona jarðsögum alltaf. Og það er hann frá 11. öld og svo vitum við að bæirnir voru að flytja ofar landi einhvern tímann aðeins seinna, 12. 13. öld, eitthvað svoleiðis. Og þá hefur bærinn færst það sem hann er núna. Og svo hefur hann náttúrulega tekið óbúslega miklum breytingum í gegnum aldirnar. Alltaf verið að byggja við og breyta og bæta. Já, það var alltaf núna er þetta 13 hús sem samtengt, sko. En það er svolítið áhugavert að sjá hvernig þessi torfbær hafa verið að þróast í gegnum aldirnar, sko, og gamla teikningar og svona. Það voru alltaf svolítið svona lifandi bær. Glaumbær, var þetta sem sagt svona stórbýli, myndirðu segja það? Já, þetta var pressetur og stórbýli. Þetta er afar myndalegur bær. Og við erum búin stolt af honum. Og að halda svona við, er það ekki heljarinnar verkefni? Heyrðu, hann er í eigu Þjóðminjasafns Íslands og þetta bara krefst þess að viðhalda honum vel, þess að halda honum góðum. Og við ætlum að fara í smá viðgerðir á honum í sumar. Er það helst þekjan og torfið eða hvað er það sem að stílar helst? Stundu þarf bara hreinlega endurnýja heilu veggina, sko. Það er bara stundu þannig. Hlaða upp og jafnvel smíða timburveggi og allt mögulegt. Já, það er bara, stundum er bara uppgildinga svo kallast, það er að vera að gera við veggina
og svo stundum þarf að Bara burt með þennan, setjum nýjan. Setjum bara alveg nýjan. Já. En það sem betur fyrir ekki að nema einhverju áratugafresti og svona. En á veturna, þá hægt að bjóða fólki heimsókn eða bara... Já, við erum nú með opið nánast allt árið. Við allavega byrjum á því í vetur að vera með opið lengur. Það hafa svo sem verið svona alltaf hægt að hringja og koma við erum með skrifstofunir hana. Þannig að við höfum alltaf tekið á móti fólki, en núna eru við allavega, við vorum síðasta vetur með opið allt árið nema í janúar, lokuðu við, svo ætla að vera ekki eins næsta ár. Það bara vonandi að hlutinni fara að lagast í þessum COVID-málum. Akkurat. Þannig að núna hægt að koma í heimsókn og kíkja í bæinn, það kaffihús þarna, það ekki samt? Jú, það Áskaffi í Áshúsi sem 19. aldar torfhús, timburhús fyrir ekki. Og við erum með sýningar á efri hæðinni og svo ægilega notalegt kaffihús á miðhæðinni, Áskaffi. Það hægt að fá svona gamaldags veitingar í huggulegu umhverfi. Hvernig eru veitingarnir? Er þetta eitthvað nútíma bagett? Pönnukökur og nei. Þetta alveg bara gamla stílnum, sko. Allt í rétt á andanum, frábært. Aldeilis. Og það opið þarna núna daglega? Já, 10-6 alla daga, já, í sumar. Hvetjum fólk að renna í Glaumbæ og bara heimsækja ykkur og taka stöðum, eða ekki? Takk bara kærlega fyrir að koma í föstudagsþáttinn og segja okkur frá þessu, Berglind. Takk fyrir að bjóða mér. Takk.